Kara, það var tap, svona frekar öruggur sigur hjá þínu gamla liði hérna. Hvernig að koma heim aftur? Keflavíkur. Það var verið langt síðan. Ég myndi nú kalla Njarðvík heim, sko. Já. Ég segi svona, þú varst nú titil í þessu húsi einu. Já. Ég segi svona, hvað er að gerast á þínum stúlkum í þessum leik? Við erum bara í svolítið erfiði stöðu. Við erum bara útlendingurinn í meiðslum og aðrir líka. Sumir mér búin að draga sig þessu út úr hópnum vegna annar. Og leikurinn kannski bara svolítið ójafnvægi hjá okkur, sko. Þetta langt frí, kannski óvanir að taka 2-3 vikur bara off. Missið Chelsea núna bara, hvernig var það bara núna helgina? Já, hún reynda búin að vera að spila á henni, sko. Já, á höndinni. Það bara þú samt búin að vera að setja 30 stig með Bráka. Sko. Þannig að mjög freistandi að halda henni bara innan henni. Eðlilega náttúrulega verið núna að sjá hvort þetta tekur á ekki og bara sem við lagsins á hún að kvíla. Það er þriðji tapleikurinn ykkur í röð. Þannig að ég vilja vera leiðilegur, er ekkert erfitt að mótivera sig eða svona? Jú, þetta er bara sérstaklega í manneklu kannski? Já, það er skemmtilegt þegar maður er að vinna, sko. Það er bara drullu leiðilegt þegar maður bara tapar og við erum búin að tapa nokkrum leikum í framlengingu og okkur bössir og þetta er bara mjög þungt, sko. Þú fáið Grindavík heima, Óskar næst. Tveir dagar bara í leikinn held ég. Það er bara fínt. Svo okkur að leiki aftur, sko. Var það fjórði tapleikurinn eða ætlaði að segja það? Ég segi svona. Já, við mætum bara vittlisar í hann. Dýrvittlisar. Það er bara, við verðum bara að gera það. Þetta er bara, það þýðir ekkert að Stjarnan var að komast upp í efstu deildinni. Það þýðir ekkert að gefast upp og bara fínt að ekkert lið falli og vera í einhvern svoleiðis fíling. Það er bara engan veginn ásættanlegt, sko.